Komið þið sæl, Birgir Þór heiti ég, þið að horfa á Toyota Motorsport og við komum víða við í kvöld. Við lítum á stúlknaflokkin í go-kartinu, komum við á æfingu hjá rallaukumönnum. Tökum hús á nokkru þeirra, þeir eru að gera bílana klára fyrir fyrstu keppnina sem verður eftir tæpar 2 vikur og það eru bæði nýliðarnir og slagurinn fyrsta sætið sem við fáum að heimsækja í kvöld. Og við lítum við hjá torfæruökumönnum en fyrsta umferð Íslandsmótsins í torfæru fyrir fram á laugardaginn. En fyrst Viktor Jensen, Viktor Þór Jensen heitir ungur strákur, 13 ára gamall og hann keppir í go-karti á Bretlandseyjum. Hann er sonur þeirra Davis Jensen og Guðrúnar Þórarinsdóttur og keppir á íslensku keppnisskírteini frá Landssambandi íslenskra akstursfélaga. Hann er að taka þátt í go-karti en þessi keppni sem hann tekur þátt í er leiðin undir stýri á formúlubílum og ef vel gengur þá í formúlu 1. PF, it's one of the great tracks to master. You have to get it exactly right. Facility-wise, probably the best in the country, but on the track you have to master every single corner. It's very flat. Hann talar fullkomna íslensku og hér sjáum hann með rásnúmer 83. Hann er að keppa á sams konar bíl og kepptir á í go-karti hér heima með 125 rúmcentimetra vél. Well, I've been doing a lot of testing recently at various circuits and I've been getting the setup right and hopefully it'll go ahead. Hann er einn af þeim yngstu sem tekur þátt í þessari mótaröð sem nefnist Champions of the Future eða leitin að meistara framtíðarinnar. Since Christmas really, or before Christmas, I've been testing non-stop every week, but experience-wise, well, I've done quite a lot of testing and I've done a few races, so. Hann mun einnig taka þátt í splunkunýrri mótaröð, Rotax-mótaröðinni, sem mun verða hleypt á Stockholm í sumar á Englandi. Well, top 10 finish would be absolutely great for me. Today, I'd like to again come in the top 10, but anything around that area would be delightful. Og í þessari Rotax-mótaröð sem hann tekur þátt í munu einnig vera keppendur frá Hollandi, Þýskalandi, Spáni og Venezuela. En þá yfir til Íslands. Íslandsmótið í karti hófst fyrir rúmri viku síðan og að þessu sinni er einnig keppt í kvennaflokki. Þær keppa með í hópnum Petrína Jakobsdóttir, Svava Halldórsdóttir og Eva Sigurðardóttir. Og það var svipaður hraði á stúlkonum eins og til dæmis hér Evu og öðrum keppendum í þessari keppnisgrein þó þær hafi talsvert minni reynslu heldur en þeir drengir sem óku allt síðastlið sumar. Akkur ertu í þessu? Þetta er rosalega gaman. Ætli ég sé ekki bara alveg upp með motorsport. Ætli ég sé ekki þar. Engin dúkka, bara bílar. Þetta er bara sport. Eiga góða go-kart, eiga flotta sportbílar og svona. Ég er alveg upp við þetta. Svava Halldórsdóttir er næst yngst þeirra keppandi sem tóku þátt í fyrstu umferðinni. Hún tók þátt í Íslandsmótinu í fyrra að vísu aðeins einni umferð og varð 23. í Íslandsmótinu og ber því rásnúmer 23. Númer 69 er Petrína en hún er byrjandi í Íslandsmótinu. Og hér eru Svava og Petrína í hörkuslag. Petrína á undan, Svava sækir að henni. Petrína fór þarna svolítið í. Og hér er Svava að stinga sér innan á Petrínu en Petrína lætur sér það í létturúmireikja og fer bara fyrir hana. Svava nú ekki alveg ánægð með þetta en Petrínu hendist fyrir
og hún sneri bílnum hérna og fram úr fór Svava. Þær lentu báðar í bílunum, Svava og Petrína. En best stóð sig af stúlkonum Eva Sigurðardóttir. Hér er Petrína á ferð. Og þrátt fyrir að Eva yrði að hætta við í síðustu umferðinni, þá leiðir hún í kvennaflokki. Það er nú aðalega að hafa pabba minn hérna, fyrsta leið. Hann er mín hægri hönd allavega. Og alltaf sama tuggan, út á braut að æfa. En Svava, hún skildi komast inn á brautina. Það fannst mér brilljant. Pabbi hjálpaði þeim og kom með þeim út. Það er það sem skiptir máli, að hafa sem flesta. Og í stelpunni ætlum ekkert að vera í minni hluta. Þetta sumar. Er góð samvinna á milli keppenda? Svona fyrir utan brautina? Já. Ekkert mál að fá að lána hér og lána þar. Allir hjálpast að? Að sjálfsög. Svoleiðis á það að vera. Og Eva fær hér sigurlaunin fyrir fyrsta sætið. Svava hafði þurft að yfirgefa svæðið og Petrína varð í 3. sæti. Verður þetta sama hörkubaráttan í næstu umferð? Engin spurning, Svava kemur sterk inn. Petra líka. Bara óeinn í hjá þeim. Það verða sterkar líka. Við ætlum ekkert að gefa eftir fyrir strákunum, ekki neitt. Og staðan að loknum fyrstu 4 umferðunum af 24 í Íslandsmótinu: Eva Arnett Sigurðardóttir 77 stig, Svava Halldórsdóttir 67 og Petrína Jakobsdóttir með 64 stig. Og það dró saman með Coulthard og Schumacher og nú munar 4 stigum á þeim í slagnum í heimsmeistarakeppni í Formúlu 1. En Ferrari leiðir sem fyrr í keppni framleiðanda. Þó munar enn 18 stigum eins og fyrir keppnina nú helgina, þar sem að Ferrari lenti í 2. og 3. sæti sem gefur það samtals 10 stig. Jafn mikið og McLaren, en 9 umferðir eftir í heimsmeistarakeppninni í rallíu. Næsta umferð fer fram á Kýpur 31. maí til 3. júní. Síðan kemur Akrapolis, Kenya, Finnland og Nýja-Sjáland og þetta er allt saman leiðir þar sem ekið er á malarvegum. Rallarar eru byrjaðir að æfa sig. Hjörtur Pálmi Jónsson og Ísak Jónsson eru mættir til keppni aftur. Hjörtur, hvernig er bakið? Það er bara nokkuð gott. Þetta er allt á réttri leið. Kemur til með að keyra í einhverju sérstökum búnaði? Já, ég kemur til með að keyra svona sérstökum rallybíl svona mig. Að öðru leyti verði ég sjálfsagt í með einhvern stuðning við bakið. Hann lenti í því að velta í skoðunarferð í fyrra og festist inn í bílnum og við fengum að líta inn í nýja bílinn sem það er notað til þess að skoða og þeir hafa látið sér þetta kenningu verða og í honum er veltibúr. Sé að þið hafið lært af reynslunni? Já, verðum við ekki að reyna að þroskast eitthvað smávegis í þessu eins og öllu öðru sko. Það er náttúrulega að reyna að hafa þetta bara í lagi. Komið smá fiðringur? Já, það er komið smá fiðringur. Það er langt síðan maður er búinn að vera að keyra þannig að þetta er farið að kýtla svolítið. Verður þetta sama harkan eins og síðastliðið sumar? Ég ætla að vona það. Þetta var mjög spennandi í fyrra. Ég ætla bara að vona að þetta haldi áfram svona. Áttu vonað því að Baldur verði sterkari? Ég á ekkert frek að vona því. Þetta var mjög spennandi keppni og þetta var mjög náið ef við getum sagt sér svona. Við vorum á svipuðu róli þarna í toppslagnum, þannig að ég á vona því að það verði bara eins. En hann verður ekkert minna grimmur, það er engin spurning sko. Og þeir voru á sinni Toyota-bifreið undanfarar í sprettralli sem að framfór fyrir rúmri viku síðan Stapan. Þar voru 6 ferðir og við skulum aðeins líta á hvernig gekk hjá mönnum. Þarna voru bæði rallybílar og rallycrossbílar.
Aðstoðarökumaðurinn verður að fara með til enda en sigurvegarar í þessu sprettföllralli urðu Ævar Ingólfsson og Ómar Björnsson á Toyota Hilux. Sjáðu muninn aðeins 2 sekúndum undan Lofti Matthíasinni og í 3. sæti Karl Eysteinsson 2 sekúndum þar á eftir. Hörkuslagur. Við tókum hús á nokkrum röllurum og við hefjum leikinn í nýliðaflokki. Já, nýliðaflokkur flokkur sem við munum keyra með bíla með drifu á einum öxli. Það ódýr flokkur, ekki nema 1600 rúmsættumetra vél. Lítið sem ekkert í þessum bílum, á bílar þetta sem minnst. Það þó nokkuð barátta á þessu. Flestir á svipuðum bílum, ef ekki eins. Þannig að, jú, stór og mikil barátta. Eins og reglurnar í flokknum núna, að ef þú verður meistari, þá færðu ekki að keppa meira í flokknum. Þannig að ég vona að ég taki ekki titil, vegna þess að ég vill vera lengur. En ef þetta verður hættulega nálægt, þá er ekki hægt að slá af. Jón Bjarni Hrólfsson var aðstoðarökumaður hjá Hlöðver Baldurssyni. Hann sigraði þessu flokki á sínu tíma má því ekki aka í flokknum og honum leist ekkert á eftir þessa æfingu og ákvað að gefa sætið eftir. Haldur þig. Já, Hlöðver hérna. Þú hringdir í maður? Já. Hlöðver, sýnaði dósina. Hvernig líst þér á að pröfa að setja í svona bíl? Mér líst mjög vel á það. Það ekki? Jú. Hlöðver Baldursson gerði sér lítið fyrir og auglýs eftir aðstoðarökumanni á rallysport.is og hér fyrsti kandidatinn kominn til þess að skoða aðstæður. Og þaðan héldum við á við annars Toyota ökumanns og hittum Halldór Björnsson. Maður náttúrulega telst nýlið í þessum flokki þangað til að maður fær sem sagt svakallað B-skírteini held ég að sé, frekar en A-skírteinið. Þannig að maður getur keppt í þessum flokki en ef maður verður meistari sem sagt það árið þá þarf maður að hætta. Það sem sagt færa sig upp í næsta flokk. Það nú kannski stefnan að maður lendi því þetta árið, að maður verða að færa sig upp. Þeir sem vilja byrja að keppa í þessu, þessir guttarnir, þeir eiga náttúrulega til að byrja með að mæta á fundina hjá okkur í BKR og svona tala við þá sem eru búin að vera í þessu. Og ég myndi mæla með að kaupa bílar sem eru svona í góðu standi, frekar en að byrja á nýsmíði. Það getur verið stundur svolítið dýrt að byrja frá grunni. Það er dýrt að kaupa fjöðrun í þetta og setja búrið og svoleiðis. En það er alveg númer 1, 2 og 3 að mæta til okkur á fundina og svona við getum miðlað reynsluna til þeirra. Þannig að þeir svona gera ekki sömu mistökin og við vorum að gera í byrjun. Það er einn bíl sem ég virkilega svona að vona að komi til með að sýna mér mikla keppni. Það er Pétur á Hondunni. Bara sjá hvernig hann leggur á stað en hann er á bíl sem áttur að geta raskellt mig. Hondan. Þetta vélin sem fer í hann. Þetta 1600 VTEC mótor. Það má náttúrulega ekki breyta henni neitt að viti. Þannig að einu sem við máttum gera í sambandi við rafkerfið opið á bílnum. Þannig að við keyptum hérna VTEC Control 12 sem við getum breytt VTEC-inu í vélinni. Látið hann að koma inn fyrir þetta virka áðurlega svipa á túrbína. Það kemur orginal inn í 5500 snúningum. Getum látið að koma inn í allt niður í 2 og 5 og ráðið hvenær það dettur út. Og bara mjög sniðugt. Og gefur þessu sjálfsagt ekkert neitt auka kraft, heldur bara kemur fyrr inn vinnslusvið á vélinni. Til saman við sponsormálin, það svona smá hvað við eigum að kalla bílinn. Það getur verið svolítið tvísýnt. Við erum komin með einn svona aðal sponsorum, til dæmis bleikt og blátt, eins og má sjást á Vignir hérna, hann alveg að missa sig í þessu. En það er ekki að nota bleikt og blátt til þess að lesa nótur upp úr, því þá getur illa farið. Ekki það að það hafi verið í þessum bíl þegar hann valt, en hann valt í sprettinum. Þórður, kunningi minn, vinur minn, ætluðum að taka og vera með núna í sumar. Tókum þátt í sprettrallinu núna sem var á Suðurnesjum, seinustu helgi. Og það endaði mjög, við fórum á toppinn. En það var á seinustu leið og vorum búin að ná 5 leiðum og þannig vorum búin að ná tímum og lentum í 5. sæti yfir heildina. Þannig að við vorum búin að ná þarna 5 árangri sem það þurfti en bíllinn endaði eins og hann endaði en við ætlum að taka til og berja hann í horfið fyrir fyrstu keppnina sem verður núna Suðurnesjarallið.
Og Fylkir safnaði liði helgina og nú þegar mánudagskvöldi liði þá verið að mála bílinn. Já, við erum bara nýlegar og þetta fyrsta árið okkar. Og við tókum þátt í spretti núna, sunnudaginn. Gekk bara vel, stendum að því að klára og gerðum það. Endum í 7. og vorum í smá basli með demparan aftan en því verður bara kippt í liðin og það verður allt klárt. Við náttúrulega erum að fara að keppa við náttúrulega fullt af liðum. 10 lið held ég að séu komin í nýja flokkin og þetta er náttúrulega hörð barátta. Það þarf náttúrulega mikið að gerast til þess að geta sigrað. Það þarf að æfa sig mikið, það þarf að skoða leiðir vel og við ætlum að stefna á sigur og ekkert annað. Það er stutt í fyrstu umferð Íslandsmeistaramótsins í torfæru. Hún fer fram á laugardaginn kemur. Víkjum nánar að því á eftir. En áfram með rallið, Rafn Harðarsson ekur þessari Subaru-bifreið í Íslandsmótinu í rally. En hann er ekki einn á ferð, sér til fulltingis hefur hann fullt af aðstofamönnum og liðstjóra. Það eru 3 vikur á milli ralla og sá tími dugir ekki alltaf. Og að rally standi kannski bara í 1 eða 2 daga, þá er verið að tala um fleiri vikur í undirbúning. Og oft andtökunætur og svoleiðis. Skynsemi var látið ráða í fyrra og þetta var æfingasumar. Ég ætla rétt að vona það áhöfnin í þessum bíl að hún verði grimmari en hún var í fyrra. Það er náttúrulega stefnan. Fyrra voru að safna reynslu og þannig eins og segi, ég vona bara að það verði mun grimmari en núna. Hjörtur Pálmi Jónsson og Ísak Viðarsson keppa á Toyota Corolla og voru í hörkuslag við Baldur og Rúnar. Það er náttúrulega, þeir hafa mjög gaman að keppa við og er mjög gaman að keppa við og ég verð nú að segja eitt, ég mata mikils í fyrra eftir að ég lenti í þessu slysi að þá var mjög það er að segja að maður fann það var svona heilmikið goodwill frá þeim. Hjörtur P. Jónsson og Ísak, þannig að ég held að við ættum að gefa þeim líka gott kamp, þeir hefðu gert það keppni mjög erfiða og skemmtilega. Eftir síðasta haustrallið þá kom þetta lið, Jón Ragnarsson og Rúnar Jónsson og í gallanum og allt saman og ég var nú heim í Hafnarfjörðunum, stoppuði á leiðinni heim og komu aðfættu með blómin úr rallinu, bara í göllurum kampaðins blöytur, með að hafa þetta og sögðu mér svo að koma og mæta sér sem ég ætla að gera núna. Áður en að Toyota tók ákvörðun það að færa sig yfir í Formúlu 1 á keppninni heimsmeistarikeppni í rally á svona bíl. 99 þá talaði við Carlos Sainz sem var þá að keppa síðasta tímabilið hans á þessum bíl og þá sagði mér einmitt frá þessu, hann er búinn að keppa, hann er heimsmeistari í tvígang og þá sagði mér einmitt frá þessu að þessi Corolla væri mest krefjandi bíl af öllum bílum sem það er keyrt. Subaru og var það búinn að prófa Fordin sem hann keppir á í dag og hann var einmitt að lýsa þessu og mér fannst það mjög gaman að heyra það vegna þess að þetta var þá að setja hann stimpilinn á mína hugsun. Þegar að vera að keyra beint þá þarf hann svolítið að hafa fyrir því vegna þess að bíllinn er alltaf að reyna að leita eitthvað. Þeir háðu harða baráttu við Baldur Jónsson og Rúnar Jónsson og Baldur Jónsson hefur endursmíðað Legacy. Já, það er náttúrulega mikla breytingar í raun og veru komnar. Það er náttúrulega bæði búinn að skipta aðstoðarökumann og plús að ég kom með nýja bodyskel á bílnum og það er búið að smíða það allt upp í allan vetur og hinn var orðinn frekar dapur og þreyttur. Hann bara breytti hjólasettingum eftir hverja selið, það var orðið þannig ástandið á honum og ég vænti þess að nú var ég með bílinn rétt uppstillan hverja einstu leið og svo verður bara komið ljós hvernig gengur með mig og minn kóar að vinna okkur saman. Ég hef tröll að trúa á honum. En þeir vita það sem er að keppa í toppnum að þetta gerist ekki á einni nóttu eða einni rallikeppni. Ef við ætlum að berjast um toppina þá tekur þetta smá tíma og ég ger mig grein fyrir því og bara vona það að við verðum fljótar eftir þetta saman. Með því að skipta skel þá erum við náttúrulega þá eru komin nýjar hjólafestingar og allur botninn og allir bitar og allt í bílnum eru þá nýir sem þýðir það að bílinn hefur fullan styrk. Ég hef ekki komið á hvaða hvarf og hvaða djömp á fullum damp ef ég vil.
ég þarf ekki að hafa áhyggjur af því að bíllinn verði svo skakkur eftir að ég geti ekki almennilega stýrt honum. Þannig að ég hef trú á því að þetta verði miklu betra. Ég er tilbúinn að fórna 2 fyrstu keppnunum í að ná góðum damp og góðum kontakt og góðu sambandi við Arnar sem er kominn nýr aðstoðarökumaður hjá mér. En ég vænti þess að í 3. keppninu þá get ég farið að slást. Og hann þarf að slást við bróður sinn og föður sem fyrr. Já, við erum klárir í slaginu sem engin spurning, og við ætlum að taka á því sem og reyna að vera titilum. Bíllinn í toppformi og við erum í toppformi að sjálfsögðu og notum til þess að sjálfsögðu skýr.is til að nota til að styrkja líkamann og ná góðum árangri, það mæli ég með þessu. Ásamt því að notum náttúrulega ólís bensin. En við erum að... Já, blessaður eftir maður! Hvað er næst spurningu? Ég skal klára hann líka. Ég sé að vill að gengur þá skipti ég bara við Rúnar. Já, það var glatt á hjalla hjá þeim helgina, en þeir eru að loka hönd á undirbúninginn fyrir fyrsta rally sem fer fram eftir rúma 10 daga, en þá yfir í Íslandsmótið í torfæru sem hefst á laugardaginn kemur og þar eru allir að verða tilbúnir. Menn hafa lagt á sig gríðarlega vinnu í vetur og vor eins og við höfum fylgst með. Þetta er bíllinn Fríða Greis sem að Björn Ingi Jóhannsson ekur í sumar. Þá eru dempararnir komnir frá Hollandi. Og eins og ég sagði þá eru gormarnir sambyggðir demparan og stillanlegur hérna upp á stífleika með róm sem að pressa saman gorminn sem er náttúrulega ég hætti að breyta þá og vinna út frá eftir hvernig brautin er. Svo er hérna með þessar gasfyllt hylki sem er stillanlegt á kompressun eða þessar samslag í demparan.